Hver eru svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Þetta er bara gleði að hafa klárað þetta. Þetta voru dýrmæt 3 stig hérna í dag á móti erfiðu FH-liði, þannig að við verðum að taka það með okkur, vera ánægð með stigin, en vissulega hefðum við viljað vera búin að koma okkur í betri stöðu fyrr. Svona kannski óvænt farið 1-1 inn í hálfleikinn, hvernig svona birti sig fyrr, svona sérstaklega fyrri hálfleikur með vindinn í baki og svona hafa ekki nýtt hann betur? Mér fannst sko, ef maður tekur heilt yfir, fannst mér bara vanta pínu gæði í leikinn. Okkur gekk fella illa að láta boltan rúlla og halda í hann. Hvort að vindurinn hafði þessi áhrif eða hvað, að það svona komst rosalega lítið flæði í okkar leik. Þannig að í fyrri hálfleik sérstaklega þá gekk okkur frekar illa, en það voru samt nokkuð moment sem við hefði getað klárað, það hefði viljað klárað. Fáum eitt frekar ódýrt mark á okkur í byrjun og það setur okkur í erfiða stöðu. Komum tilbaka, karakterinn á að jafna fyrir hálfleik. Seinni hálfleikurinn fannst mér vera öðruvísi. Við héldum betur í boltann, við sköpuðum fleiri færi og svona að mínum mati sanngjarnt að við höfum farið með sigurinn á Hólmi inn í end, en ég vilja klára kannski önnur færi fyrir leiknum og ekki leka markinu viðbót í seinni. Það hefði verið svona óska uppskriftin á leiknum, en þetta er bara svona og það er bara fullt af góðum liðum í deildinni. FH-liðið spilaði virkilega vel inn í dag, voru skipulega, raka sig á grimmar eins og maður vissi, og við erum bara ógeðslega ánægð með að hafa farið með 3 stig inn í end. Áslaug Munda opnaði sig viðtal í vikunni svona heilsufarslega vandamál og eitthvað. Hún kemur þarna út í hálfleik í síðasta leik og spilar ekki í dag, er eitthvað skýrslu. Er það eitthvað tengt því eða? Hún er veik í dag. Fyrir norðan að þá leiðin illa bara svona frá upphafi leiks. Það tengist meira kannski andrúmsloftinu í boganum og eitthvað svoleiðis, en veik í dag. Þið Fram í bikarnum, er þetta draumadráttur? Það verður bara komið í ljós, bikar er alltaf bikar og allt getur gerst, þannig að það verður bara næsta verkefni. Fókuserum á það, byrjum að fókusera það á morgun.